Þetta er verkefni 29 í Word á blaðsíðu D29. Við ætlum að búa til límmiða. Við byrjum á að sækja gagnaskjalið og vista í okkar tölvu og síðan opnum við nýtt skjal, autt skjal, og við ætlum að fara í mailingsflibban og Start Mail Merge. Við ætlum að velja Labels og við ætlum að velja stærðina 3658 í lista undir byrjum á að finna límmiðaformið og síðan stærðina á límmiðunum. Og þið sjáið hér hæðina, breiddina og stærðina á blaðinu. Og við segjum OK. Við skulum fara hérna á Home flibban og athuga í paragraf. Við skulum taka út hérna hanging ef það er. Á ekki að vera en það er hérna inni. Síðan ætlum við að fara aftur í mailingsflibban og tengja þetta skjal við gagnaskjalið. Velja viðtakendur. Við getum búið til nýjan lista frá grunni eða nota tilbúin lista og við þurfum að finna hann hjá okkur í tölvunni og ég er með hann hérna hjá mér í hérna og Open og þá fæ ég upp svona límmiðaform. Það er ágætt að hafa hérna í layout hakað við View Gridlines og á Home flibbanum að hafa hakað hérna við að hafa entermerkin sýnileg. Við förum aftur hérna í mailings og nú ætlum við að fara í Insert Merge Field og velja fornafn. Það þarf að vera fyrirsagnalína á gagnaskjalinu okkar, svo þið sáuð, fornafn, ýta á orðabil, velja eftirnafn, ýta á Shift og Enter og velja heimilisfang, ýta á Shift og Enter og velja postfang, ýta á orðabil og velja stað. Þá eru þið komin með gögnin hérna í fyrsta reitin. Ef þið farið hérna í Update Labels, þá fer þetta hérna á alla reitina. Ef þið viljið skoða, þá farið hérna í Preview Result, þá kemur þetta svona út. En við ætlum að móta þetta aðeins, við ætlum að vista þetta fyrst. Vista undir 29 aðal skjal og ég ætla að vista það hérna í sömu möppu og ég vistaði gagnaskjalið. Það var hérna 29 gagna og ég ætla að vista þetta undir 29 aðalskjal. Og þetta lítur svona út. Ég ætla að smella hérna í hornið og ég ætla að fara í Home og paragraf og ég ætla að hafa inndrátt frá vinstri 0,5 og ég ætla að hafa bara 0 hérna á undan og 0 á eftir. Þá kemur þetta svona. Við getum farið hérna í layout og látið þetta miðjast lóðrétt á límmiðan. Og ég ætla að vista aftur aðalskjalið og fara á mailingsflibban og núna smelli ég hérna á Finish and Merge og ég ætla að fara í Edit Individual Document og ég ætla að fá alla viðtakendur og þá fæ ég þetta svona. Þið getið haft þetta innar ef við getið breytt líka í þessu skjali hér og þið sjáu hvernig þetta kemur á miðjan límmiðan og öll nöfnin sem voru í listanum hjá ykkur. Og við ætlum að vista þetta skjal núna og það á að heita 29 miðar. Og förum við hérna í File og Save As og ég ætla að finna aftur sömu möppu og áðan. Það fer ekki alltaf á sama stað þegar maður er að vinna með límmiðana.
Ég ætla að fara hérna í 29 miðar og þá lítur þetta svona út. Þið getið líka, ef þið viljið, smella hér og ef þið viljið velja annan letur, viljið hafa Garamond letur eða Candara eða eitthvað annað letur, og þið getið líka valið stærra letur eða hvernig sem þið viljið hafa það. Og ég ætla að vista aftur. Þið getið búið líka til nafnspjöld og þá takið þið kannski bara fornafn og eftirnafn, hafið stærra letur og miðjið á límmiðan eða nafnspjaldið, veljið stærðina. Þannig að ég ætla að vista þetta. Í verkefni 30 þar eigið að búa sjálf til lista, annarkvort í Word eða Excel, en eina skilyrðið er að hafa fyrirsagnarlínu, fornafn, eftirnafn, heimilisfang, póstfang, stað og svo framvegis. Þannig að ég ætla að vista og loka skjalinu.